Vals. Já, Svenna Ragnars. Bikkarður. Já. Flemming Jensen. Já. Sælublessu. Sælublessu. Herðu, við erum hérna í ofsalega fallegu húsi. Já. Það er eiginlega, ofsalega skemmtileg skipulagning á þessu og hlýlegt og hvað getur þú sagt mér um þetta? Hvað er þetta? Þetta er nýtt, er það ekki? Jú, þetta er náttúrulega nýbyggt hús sem var byggt hérna byrja á því fyrir tæpum 2 árum en það var orðið tilbúið í fyrra og var nota fyrsta veturinn í fyrra. Já. Og ég get sagt þér ýmislegt um það, ég reyndar flutt í hluta af því hérna, það var byggði nú gamla, þennan hluta af húsinu á sínum tíma árið 2000 í gamla Gusti. Já. Flutti hann í heilu lagi með söklum og öll saman á staðinn og svo var stækkað við það og steypt hérna upp viðbygging og þetta er orðið svona ein heild núna og nýklætt alltaf utan og að gengi þannig frá því að það lítur út alveg eins og nýtt. Já. Og þetta er bara 14 hesta hús, mest 2 hesta stígur. Já. Og hvað ég segja, það eru 2 stóðasta stígur hérna í miðunni og annars er þetta 2 hesta stígur. Já. Og hver er munurinn á því að vera komin hingað frá því að vera í gamla Gusti? Smáralindinni? Smáralindinni. Það er kannski fyrst og fremst fjarlægðin við Smáralindina, það eru lengra þangað. Já. Nei, það er náttúrulega bara alveg gjörólíkt. Þetta er bara, við varum náttúrulega orðið svo geysilega aðþrengd á gamla svæðinu og þó að við svona þessu hörðustu vorum seldum og ekki í húsin þannig í uppkaupsmenn eins og frægt var orðið hvernig það var allt, seldum svo bænum þetta á endanum þegar þeir tóku ákvörðun bæjarstjórn að flytja hverfi heilsinni. En maður sér það náttúrulega núna hvað maður svona bjó við þröngan kost á mörgu leyti þannig niður frá. Það náttúrulega var svo aðþrengt og erfitt sko. En hérna náttúrulega erum við bara komin til sveit, finnst okkur sko. Já. Og svona stutt í góðar riðleiðir og útivistarsvæði og þetta er bara virkilega ágætt og svo náttúrulega bara er fyrirhuguð hérna geysileg uppbygging sem er farin á stað og það er náttúrulega virkilega spennandi. Já. Og hvernig er svona rómurinn í fólki? Nú er náttúrulega þetta saminast og svona og allir sáttir og fólk að standa saman hérna. Já, ég hef nú ekki hitt neitt sem er ósáttur við það. Og það er náttúrulega eina vitið í öllu svona, við náttúrulega erum koni hérna eins og mikla nálægð við Andvara og Garðabæ. Það er ekkert viti öðru en að vera saminaðir hér í staðinn fyrir að vera að reka 2 félög og með öllu því sem þeim til kostnaði og veseni sem að reyna að fá fólk í sjálfboðaliða vinnu í því er bara alltaf erfitt og miklu betra að standa saman. Ég held að ég hef ekki hitt neitt ennþá sem er ósáttur við það. Það er alls ekki. Það er bara virkilega spennandi og verður öflugt félag, fjölmennt og öflugt. Já. Hérna er að rísa á milli ykkar eitthvað svaka dæmi, sem maður segir. Já, það er náttúrulega verið að byggja hérna sko bæði nýtt vallarsvæði með öllu því sem því fylgir, 2 stórir vellir, 20.000 manna brekka og vonandi verður einhvern tíðan með svo marga áhorfendur að geta fyllt hana og bara, þú veist, 2 skeiðbrautir og virkilega glæsilegt. Fólk getur nú kynnt sér þetta þetta er nú einhvers staðar inn á netinu, allt þetta skipulag og það eru bara búið að vera hérna sko allar vélar má segja loftorku bara í allt sumar að grafa og færa til efni. Þetta er gríðarleg framkvæmd og ofboðsleg framkvæmd. Maður sér það sko. Og svo er náttúrulega búið að gera hérna risastórar búða fyrir nýja reiðhöll og það er semst búið að ganga frá þessari fjármögnun, það er stóra málið. Það er loksins búið að ná og að þetta hafi verið til undirskrifaðir samningar fyrir hrun að þá kom nú svona bremsa í þetta alls saman eftir hrunið, kannski eðlilega. En nú er svona búið að tryggja með sameiningu og með þessari sko sameiginlegu aðkomu Kópavogur og Garðabæjar, þá hefur þetta náðst að tryggja þessa fjármögnun og nú er bara þessi reiðhöll á að vera tilbúin 2013 til notkunar og þetta verður stærsta reiðhöll á Íslandi, það er bara svoleiðis. Það er bara þannig. Já. En þið eru með hérna svona smá, sýnishorn af reiðhöll en ansi samt þægilega stærð. Við erum svona líkan af reiðhöll, má segja. Já, miðað við kannski það sem rísir það við hliðina. Það er nú svona besta við þetta. Þessa hesthús, það er náttúrulega þessi aðstæða, sko. Já. Og þessi reiðhöll, eða ef maður mætti kalla reiðhöll, eða allavega reiðhús, hér saminuðust við að byggja þetta hérna á milli húsa, ég og Þór Bjarkar. Já. Og hérna ákváðum það í staðinn fyrir að upphaflega hugmyndin hjá mér var kannski að gera svona inniaðstöð 12x12 en það er ólíkt að geta
að vera með þetta sameiginlega 2x12, eins og þetta er orðið 25,5 x 12,5 og það þýðir það er hægt að þjálfa hér alla gangtegundir mjög vel, annað en kannski í skeið. Getur alveg þjálfa hérna tölt og brokk og stökk og allt svona sem maður þarf að gera inn í meira og minna. Og þið eru með, er það ekki, ræktun svolítið og eru með land fyrir austan, er það ekki? Jú, við erum báðir jarðir í landeigjónum. Í vísu pínlítið mjög stórar, láta það liggja milli hluta. En hérna, já, við erum báðir að brasa í því. Þór hefur nú verið mjög duglegur. Hann hefur nú átt þarna til dæmis hana Björk frá Vindási sem var nú hæstdæmda hrossið í Víðidalnum 2008 líklega eitthvað svoleiðis, ég man ekki alveg hvað það var. Með yfir 870 fyrir hæfileika og hann ræktaði til dæmis Móla frá Vindási og fleiri góð hross og mikið að góðum merum og gengur bara vel. Og ég er svona kannski heldur styttra á veg komin en svona náði einhver í fyrstu velun og þetta er svona alltaf réttir reið held ég, vonandi. Já. Þetta tekur allt tíma já. En hérna hafið þið verið að sameinast þá starfskraft líka? Já, svo hefur við haft háttinn á því í fyrst skipti fyrra. Þá var hérna hjá okkur góð stelpa sem heitir Hallveig Karlsdóttir og hún var hérna vann fyrir okkur, hérna var hérna allan daginn og frá 85 og við skiptum henni svona á milli okkar. Og það er náttúrulega ofsalega þægilegt líka að geta verið nýtt á líka aðstöðuna á daginn. Svo kemur maður hérna svona einhvern tíðan seinnipartinn og hlunkast á einhverja hesta sjálfur sko. Það munar voða mikið það þegar maður er farin að hafa þetta svona mikið umfang og auðvitað er maður alltaf að reyna að passa að hafa ekki fjöldan of mikinn því að þú veist það er náttúrulega ekki kannski takmarkið verið hrossarækt til að rækta fjölda heldur en auðvitað meiri gæði en svona þetta vill nú oft verða svona kannski 1-2 hausum á mikið stundum og þá er gott að hafa aðeins hjálp og þá er þetta einmitt gott að geta sameinast þetta líka. Það er margt að gera saman eða það er gott samkomulag sko. Sem það er sko, milli okkar. Nákvæmlega. Þetta er sniðug hugmynd og mjög sniðug hönnun á þessu. Já, þakka fyrir það. Og gott að hafa hérna mjög ánægð með þetta. Kaffistofuna og þetta fylgist með. Já, þetta fylgist með starfsmannum þegar maður er mættur nógu snemma. Já, nákvæmlega. Ég segi svona, hún er nú hérna úr Jónas og það sé nú hreinu. Já, núna sem við sáum hérna bregða fyrir áðan. Já, sáum bregða fyrir áðan. Já, nákvæmlega. Rétt að fara á stað með trippi núna. Já. Þannig að það eru spennandi tíma framöndan og spennandi vetur. Mjög svo, virkilega. Bara kæra þakka fyrir spjallið. Já, takk fyrir komuna. Takk.